Velkomin hingað í Safnahúsið taka málfundum veiður og vísindasögu. Það er haldið í tilefni aldarafmæli Vísindafélags Íslendinga. Þetta er hluti af fyrirlestrarröð sem við erum að leggja upp í núna í tilefni af afmæli félagsins. Þar sem við ætlum að tala aðkomu vísindanna að samfélagslegum áskorunum. En eitt af meginmarkmiðum Vísindafélagsins frá upphafi, svo ég vitni nú bara í texta frá stofnun félagsins, var að efla vísindastarfsemi í landinu og styrkja stöðu vísinda í íslenskri menningu. Og þannig að þá ætlum við að blása til þessar málþingarhaldar og skoða aðkomu vísindana að þessum samfélagslega áskorunum og hvernig vísindin hafa komið af, hvernig við höfum staðið frammi fyrir áskorunum sem þjóð og sem hluti á alþjóðasamfélaginu bæði síðustu öldina og hvernig við gerum það núna í samtímanum og svo ætlum við að skoða vonandi framtíðina líka. Þetta er verkefni sem við fengum styrkt frá fullveldisnefnd og það er unnið í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands, Háskóla Íslands, Háskóla Reykjavík, Háskóla Akureyri og Fræðasveitur Háskóla Íslands og Höfn í Hornafirði. Þannig að við ætlum að færa hans út í hérna og fara hans út á land líka til þess að styrkja stöðu vísinda í íslenskri menningu fyrir hljótlega fyrir að fara aðeins út fyrir borgarmenningin í leiðinni. En efnistökin þau verða margvísleg í ár og ætlunin er að tala meðal annars umhverfismál, stöðu ungs fólks og fjölbreytileika á landsbyggðinni, máltækni og ferðamál. En í dag þá ætlum við að tala veirur og veirusjúkdóma og rannsóknir á þeim og síðast en ekki síst þá ætlum við að skoða aðeins vísindasöguna síðustu öldina. Henni verður náttúrulega ekki gerð fullt skil á hálftíma en við ætlum að skoða aðeins atriði í henni. Ég var að veikina að ég búin að bíða eftir þessu málþingi með óþreyju eftir að ég hafa fengið útdrætti frá fyrirlesurum undanfarna vikur og mætnaði ekki útvarpsviðtöl og hægt hvað þeir hafa að segja og þetta verða frábæri fyrirlesar og skemmtileg umfjöllunarefni. Þorsteinn Vilhjálmsson, prófessor emeritus, ætlar hér að tala sögu íslenskra vísinda síðustu öldina og taka dæmi gagnkvæma vísindabönd vísinda og samfélags og ýmiss konar áhrif vísindana á líf fólks og störf, en einnig fjölbreytt áhrif samfélagsins á vísindi, verkefnamál og afurðir. Og þegar við vorum að velta fyrir okkur fyrir hefði besta yfirsýn yfir vísindin undanfarna öld á Íslandi, þá kom nafn Þorsteins aftur. Þannig að það er mér sérstök ánægja að hafa hann hér með okkur í dag. Síðan ætlar Sigurður Guðmundsson hann er prófessor í læknadeild við Háskóla Íslands. Hann ætlar að tala Arnleif Björns Sigurðssonar, þannig að við erum ennþá svolítið í vísindasögunni og Sigurður er einn okkar helsti sérfræðingur Íslendinga í smitsjúkdómum og hann ætlar að tala rannsóknir Björns Sigurðssonar á mæðavisnuveirunni í sauðfé á síðustu öld og hvernig þær reyndust löngu síðar ómetanlegar við rannsóknir á HIV-veirunni. Og síðast en ekki síst þá ætlar Valgerður Andrésdóttir, sagnfræðingur úr Keldum, að segja okkur frá nýlegum rannsóknum hennar og hennar rannsóknarhóps á mæðavisnuveiru og dæmi hvernig þeir hafa nýst skilnings- og HIV-veirunni og í baráttu við hana. Það eru tímamóta niðurstöður sem hún er með sem hann ætlar að segja okkur frá í dag. Mér langar líka bara fyrst í sterkina að segja frá því að Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum verður 70 ári í ár og að afmæli hennar verður fagnað með ráðstefnu Keldum 20. apríl. Þannig að ef að erindin í dag kveikja enn meiri þroska í að vita meira meiri rannsóknir að þá er öllum velkomið að mæta upp á Keldur á 20. apríl. En kæri gestir, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra í bili en býð Þorsteinn Vilhjálmsson að stíga í fólk. Kæri svo. Góðir áheyrendur, ég ætla hér sem þið að leiða hugann að 100 ára sambúð vísindar og þjóðar. Eins og framkom hér áðan þá mun ég hafa verið beðinn þetta verk af því að menn held ég hefði yfirsýn
að ganga á það lagið og láta gamminn geisa víðan völl, meðal annars til að vekja athygli á því að það er býsna margt sem getur tengst vísindum og að vísverkun vísinda og samfélags er margsnúnari en ætla mætti við fyrstu sýn. Ég ætla ekki að segja einhver eina sögu, heldur margar sögur. Ég ætla ekki heldur að segja einhver samfellda sögu með upptalningum og afstörum, heldur dæmi úr sögunni sem eiga að vera til umhugsunar samspil vísinda og samfélags og eru stundum óvænt og flytja okkur boðskap sem liggur ekki yfirborðinu. Það er komið hérna dátt að ungu fólki hérna, það er nýtt sem vita hvað þarna myndi. Þetta er þetta besta þátt við. Líkar vélar kom til landsins 1903. Nú. Það er ekki út í hart að sambúð vísinda og þjóðar hafi byrjað fyrir alvöru fyrir það bil 100 ára. Stofnun Háskóla Íslands árið 1911 og Vísindafélagsins 7 árum síðar voru samtvinnaðir atburðir. Stofnendur félagsins voru allir úr hópi kennara við háskóla. Og með þessum tveimur atburðum hófst skipulegt og samfellt vísindastarf í landinu. En hvorki háskólinn með vísindastarfið stukku allsköpuð höfðu sefs eins og aðfennaborðum. Ég heldur leið þjóðinni í verksir þegar háskólinn var til og sá að það var alltaf gott, eins og segir Biblíunni. Hugmyndin háskóla kostaði nefnilega ríflega hálfrar aldar baráttu áður en hún nálgaðist veruleika. Við grípum niður í nafnlausa grein í Reykjavíkurpóstinum frá árinu 1848 til vinnu. Svo fátæk og fámenn þjóð eins og Íslendingar eru getur ekki komið upp og annast af eigin efnum aðeins stiftun og háskóli er. Og það er því eintómur hugarburður að hugsa fram á að slíku fyrirtæki getur orðið hér framkvæmt. En þó nú efnahag landsins væri svo hátt að slíkri vísindastofnun yrði komið hér á fót, ætlum ég því fé sem til þess væri varið betur myndi varið til einhvers annars sem landið vanhagar. Við ætlum nefnilega að hér geti ekki dafnað neitt samkallað mentalíf þar sem allt er svo á strjálingi eins og hér hjá okkur. Hugmyndin fjárskort mótaði síðan allan aðdraganda að stofnun háskólans. Okkur er venjulega kennt að skólinn hafi verið stofnaður á 100 ára afmæli Jóns Sigurðssonar, sem var 17. júní 1911, en í raun hófst engin starfsemi þá og nær engin króna færðist til. Þetta spöruðu menn sér fér með því að láta starfsemina ekki hefjast fyrr en í byrjun skólaárs hausti. Þróun háskólans fyrsta aldarhelmingin var hæg og tíðindalítil. Samanber þessa mynd á húsnæðinu, þetta er sem sagt úr Ráðsvíðishúsinu, sem að háskólinn hafði þetta ekki á. Ég vil þó nefna að háskólinn í Oslo sóttist eftir að fá Sigurð Nordal til starfa upp á 1920, en hann var þá einn skærasta stjarna Háskóla Íslands. Sigurði voru boðin bæði betri raun og aðstaða en hér heima. En viti menn, meirihluti Alþingis tók höndum saman og bauð Sigurði sérstakan styrk til rannsóknar til að jafna metin. Og þetta gekk eftir því að Norðmenn neittu ekki afsnúna eins og höfðu þó auðvitað geta gert. Og ég tel að boðskapur þessara sögur séu fullu gildi enn þann dag í dag og þar vantar ekki fjöldan það margar hliðar á þessum skemmtilega. En þetta mál getur líka leitt hugan að stöðu hugvísinda í landinu yfirleitt. Áhugi á þeim innanlands er mikill eins og kunnugt er, en þeim hefur lengst af ekki tekist að ná að samaskapi til útlanda. Þetta hefur þó breyst til hins betra á síðari árum, meðal annars fyrir tilverkna miðaldastofu og skyldarstarfsemi. Miðaldafræði og önnur íslensk hugvísindi hafa líka fléttast saman með öllvaxandi ferðamennsku í landinu, til dæmis með alls konar fræðamiðstöðum víða land og bókaútgáfa handa ferðamönnum, hvort veitir. Það sem öðru líður þá sannast hér sem oftar að bókvitið verður víst í kastana átt. Í má svo bæta við umræðan hugvísindi að hlutur heimspekinga í málefnalegri umræðu í landinu hefur líka verið að aukast, til dæmis vandasöm heilbrigðismál, umhverfismál og hvers kyns siðferðileg mál sem hafa komið upp á opinberum vettvangi. Ég nefni sem dæmi prýðilegan þátt heimspekinnar í skýrslunni Miklu sem allir með hrunið.
Ég vil líka geta þess að íslensk félagsvísindi hafa í vaxandi mæli lagt mörkum í margs konar löggjafar og það fari stundum ekki hátt. Félagsfræðin sjálf hefur náð athyglisverðum árangri í rannsóknum og vímuefnanotkun ungmenna og þær hafa síðan leitt til róttækra breytinga á hegðun unga fólksins sem stendur áður í óefni. Ávinningur þjóðarinnar af þessu er að sjálfsögðu verulegur eins og mörgu öðru sem hér er tækt á og þá er sama hvort verður það í peningum eða einhverjum öðrum verðmætum. Ég sagði í ágripi að þekking og vísindi væru samtvinnað, þó að þekking geta vísu tekið á sig fleiri myndir en vísindi. Þess vegna tel ég boðskap Halldórs Laxness náskyldan vísindum þegar hann segir í Alþýðubókinni og er allavega að vinna á því sem þá var best vitað. Þetta var árið 1928. Hann segir: hefði ég efni á að gefa öllum Íslendingum tannbursta, myndi ég gera þjóðinni meira gagn en þótt ég skrifaði handa henni ódauðleg ljóð. En nú hef ég ekki efni á að kaupa 100.000 tannbursta og bið mér að afsaka það. Ég verð að láta nægja að skrifa bók. Bjartur í sumarhúsum þráaðist við að bæta mjólkandi kú í bústofninn þegar sveitungarnir lögðu hart að honum eftir dauðsföll á heimilinu sem voru vegna vannæringar. Þarna er skáldið að minna okkur á að fáfræði getur orðið býsna dýrt. Á 18. og 19. öld komust flestar þjóðir Vesturlanda að því að menn geta breytt stofnum húsdýra og jurta með kynbótum og nota það sér til hagsbóta, til dæmis bæði til að auka afurðir og auðvelda sér bústöðum. Íslendingar fóru hins vegar á mis við þetta þar til 1900 þegar búvísindamenn kynntust kynbótum í námi sín í Danmörku og víðar og fóru að kenna bændum tökin á þeim. Það á meðal aðferðir sem áttu rætur að rekja til nýlega framfæri í líffræði, til dæmis í erfðafræði mentis frá því á seinni hluta 19. Þetta átti sinn þátt í auknum afköstum í landbúnaði í byrjun 20. aldarinnar. Alls konar vélvæðing kom þó einnig við sögu og má segja að hún hafi byrjað með því að menn fóru að nota hjólið í samgöngum á síðustu áratugum 19. aldar. Það var ekki fyrir þá. Þetta hjólið hafði sjálfsögðu verið afþekkt á tilteknum búsvæðum manna allt frá því að sögur hófust. En vegleysi og strjálbýli hér á landi hafa sjálfsagt verið megin ástæðuna til þess að við verðum svona aftarlega á þessari leið. Alvöru vélvæðing í landbúnaði hófst annars með hvers kyns vélum fyrir hesta, svo sem slátt- og rakstrarvélum eins og við sáum að áðan, og sem þær voru fluttar inn frá útlöndum. Í kjölfari komu svo dráttarvélarnar miðja 20. öld og myndirnar af Ferguson og Farmal hérna fræðinu eða minna þetta. Það er með Farmal og Ferguson eins og með K.R. og Val. Menn skiptust í 2 hópar og töluðu alltaf saman. Þessi geldur með Farmal og þessi geldur með Ferguson. En nú kann einhver að spyrja, hefur þetta eitthvað með vísind að gera? Svarið er já, því að þessar vélar urðu til í útlöndum með þekking og hugviti sem byggðust á vísindum og þekkingin fluttist til landsins svo að segja með vélunum sjálfum. Því að þær þurftu viðhald sem kallaði á grundvallarskilning á gangverki þeirra en í strjálum byggðum Íslands sinnti bóndinn þessu sjálfur, kannski með hjálp nágranna, og þannig fluttist heilmikil þekking á vélum til bænda. Þekking sem er auðvitað nátengd vísindum, hvort sem menn gera sig grein fyrir því eða ekki. Jafnframt þessu lærðist mönnum að bæta ræktarlandið, stækka tún og skipta meðan annars til þess að þau eru eldtæk, gera áveitur og ræsa fram mýra. Sumt af þessu orkaði þó tvímælis, einhver þó eftir á að hyggja, og hafði skammin áhrif eða gekk á langt. Nóbelskáldið hafði sem kunnugt líka framsýni til að hnýta í það í frægum skrifum sínum hernaðinn gegn landinu og einn síðasta grein skáldsins það er frá 1984 og það er að vísu nokkur mýkjum sem hann segir en það er svona til við byrjað. Í sveitum landsins hafa mýrar verið þurrkaðar upp út í bláin svo vindar fá að feikja burt jarðvegsleifum og víðum landsbyggðum í byggð sem óbyggð. Þessum hernaði er upphaldið linnulaust gegn landinu. Amboð notur til þessara þokkalegu viðju eru ógurlegar maskínur af því tægi sem hafðar eru í styrjaldum nútímans.
þar sem óvinir reyna að spilla hvor annars löndum, hvorum sig kappkostar að snúa landi hins í eyðileggingu. Stríðsmaskínur af þessu tagi voru fluttar hingað upp úr síðustu heimsstyrjöld og menn fóru að herja á votar og grösugar mýrar sínar í sporthug, þó mestanfart að því virtist í þeim tilgangi að þurrka þær upp, að minnsta kosti ekki til að rækta þær. Innsæi skáldsins í þessum ummælum virtist meðal annars í því að við getum skrifað undir hvert orð áratugum síðar, en síðan bætti við að þurrkun mýranna hefur auðvitað reynst vera eitt óvænt sporið í átti hlýnunarinnar sem við súpum og segið það, og við komum að því síðan. En skáldið veitir líka hvössum penna sínum gegn skipulagi þess landbúnaðar sem ráðandi stjórnmálaöfl hafa viljað halda óbreyttu á 20. öldinni. Hann leitar víða fanga þegar hann ber íslenska landbúnað saman við það sem tíðkast í þeim löndum þar sem framleiðslan er hvað mest, svo sem í Argentínu og Nýja-Sjálandi. Margt af því sem hann sagði 1980 heldur fullu gildi enn þann í dag. Mest sárnar honum fátæktin sem við köllum yfir íslenska bændum með því að halda svo fast í löngu úrelt skipulag. Og við reynum að segja að við séum með því að gefa fátæktinni langt nef, því að við vitum vel að það er hægt að gera betur með því að leggja skynsamlega mat á landkosti og með því að auka fjölbreytni í atvinnuvegum í dreifðum byggðum landsins. Annars vil ég ekki hverfa frá landbúnaðinum án þess að nefna tilraunastu háskólans að Keldum og það merkilega starf sem þar hefur verið unnið og verður náttúrulega sagt nánar frá því hér á eftir. En það hefur verið bæði í þágu íslensks landbúnaðar og alþjóðlegra vísinda og það er á heimsmælikvarða. Þetta starf er gott dæmi það hversu óljós mörkin eru milli svokallara hreinna vísinda og nytjavísinda eða grunnrannsókna og nytjarannsókna, en við kemum að því seinna í einu. Ég veit að það eru ísvinningar henninni og ætla að greiða þá með þessari glæðurna. Núna það er sjávarútvegi og sjóferðum og þá finnum við líka mikla sögu á 20. öldinni. Það er auðvitað ekki tilviljun að vélvæðing skipaflotans hófst svipað leið í landbúnaðinum. Það er að segja einmitt í byrjun þess tímabils við höfum hérna að skoða. Fyrsta fréttin fiskveiði á íslensku vélbát birtist einmitt í blaðinu Vestra á Ísafirði 1. desember 1902 og árið síðar kom fyrsta hestasláttuvélin til landsins. Og á þessari glæru er að minnast þess að það er 100 ár síðan að báturinn fór fyrst til veiða. Hann hét Stanley. Og þetta var sexæringur sem var að breyta. Þetta er mjög vel. Flest okkar þekkja í grófum dráttum söguna frá loðrabátum og seglskipum fyrir tíma til vélskipa nútímans. En við ætlum hér að skoða sérstaklega sjálfan fiskinn í sjónum. Íslendingar geta verið stoltir af því að hafa átt fiskifræðinga sem hafa lagt margt á mörkum til þeirra fræða og meðal annars átt því að sýna fram á það sem skiptir sköpum að fiskistofnar eru takmörkuð auðlind og oft staðbundin en þó hver með sínum hætti. Hvorugt af þessu lá í augum uppi fyrirfram, en það var auðvitað þess konar þekking sem var undirstaða landhelgisbaráttunnar og upp og niðri 20. öld og skilaði árangri sem hefur því miður ekki enn verið mældur svo að mér sé kunnugt. Þið heyrið að ég mæli ég kvarta hvað er annað en það að það sé ekki nógu mikið búið að gera ávinningin af vísindastörfum í landinu. En Adam var ekki lengi í paradís. Við réðum veiðurum í landhelginni vissulega sjálf eftir þorskastríðið, en fiskistofnarnir héldu áfram að minnka þetta var veiða okkar sjálfar. Fiskifræðingarnir stóðu vaktina og vöruðu við. Þeir bentu flestir á veiðimagnið sjálf sem eðlilega viðmiðum við takmörkun veiðanna, en ekki til dæmis sóknartakmörkunna sem sumir aðrir hafa notað, til dæmis Færeyingar til skamms tíma. Það reyndist í sjálfum sér heillar að miða við aflamagnið, því að þannig eru tengslin beinust við verðmæti aflans og það tókst vel að takmarka heildaraflann og það ber auðvitað engan veginn að vanmeta það. Hins vegar tókst Íslendingum að mínum mati ekki nógu vel til með aðferðir við úthlutun kvótans. Eftir á að hyggja hefur verið betra að styðjast þar líka við vísindalega þekkingu því að hún kann svör við því hvernig hægt sé að skapa sátt nýtingu almenninga, það er að segja auðlindar sem eru að eiga að vera í almenningseign, þó að nýtingin sjálf sé hvernig einstaklega.
notaðum sikti sem síðan almenninga. Þá er það orkumálinn. Það kemur sjálfsagt engum á óvart að það sé minnsta orkumál þegar vísindi á Íslandi fyrir að koma á 20. öld. Við erum að tala um það að finna orkulindir í náttúrunni og flytja orkuna frá orkulindum þangað sem menn vilja nota orkuna. Vatnsaflið er kannski bæði skiljanlegt og þokkalega ínávanlegt á mikillar vísindaþekkingar, en það á engan veginn við jarðhita. Það þarf í fyrsta lagi að kortleggja hann vandlega og síðan að undirbúa vel hvernig hann skuli virkja á hverju svæði og sig, sem mjög mikið eftir svæði. Flókna tækni þarf líka til að breyta vatns- eða varmaorkunni þannig að hægt sé að flytja hana milli staða, til dæmis með rafstraumi eða öðru, og þar með erum við komin á svið þar sem fátt verður að gera nema nútíma vísindi. Sagan af virkjun vatnsafls og jarðhita á Íslandi á 20. öld er merkileg og skemmtileg og hefur þegar verið skrifað talsvert um hana. Virkjun vatnsaflsins hófst upp frá aldamótum 1900 en takmarkaðist í fyrstu við orkuöflun til lýsingar í þéttbýli. Á 4. áratugnum var svo hafist handað við virkjanir í Sogi og í Laxá í Aðaldal og þeim var ætlað að standa undir orkufrekari heimilistækjum meðal annars, einkum eldavélar. Það er reyndar nöturlegt að lesa andmæli stjórnmálamanna sem yrðu sig svo mjög inn í hlutverki sem fulltrúar dreifbýlisins að þeim fannst óþarft að losa reykvískar húsmæður við gas eða kolaeldavélar. Það er engu líkara en þeir hafi gleymt því að einhvers staðar verður byrja. Þannig að þetta er skopmynd úr Morgunblaðinu í tengslum við þetta. Virkjun jarðhitans á Íslandi til húshitunar tók alltaf í hálfa öld og þar komu vísindi mjög við sögur, eins og áður sagt. Hitaveita Reykjavíkur tók til starfa á 5. áratug 20. aldar og reyndist mikil búbót bæði fyrir heimilin og þjóðarbúið og hún næði í fyrstu aðeins til hluta borgar. Aðrir komu í kjölfarið og nú er mikil meirihluti húsnæðis í landinu hitað með jarðvarma. Mikil þekking hefur byggst upp í landinu á þessari auðlind og aðferðinni nýtingu hennar og hefur þekkingin meðal annars verið flutt til annarra landa víða um heim. Hér eins og endranær hefur þekkingin reynst verðmæt auðlind og mætti gjarnan halda því meira á loft en gert er. En einhverja síður hafa sumir fengið fullmikla glímu í augum af nýtingu jarðvarmans, því að hann er ónýtingartómur. Hann gefur á sér meiri óvissu en virkjun fallvatna og það er þess vegna reynst óvarlegt fyrir stjórnmálamenn að binda trúsitt of sterkum böndum við það að tiltekið magn jarðvarma verði til reiðu á tilteknum stað og tíma. Stóriðjan á Íslandi er að sjálfsögðu nátengd orkumálunum, bæði vatnsorku og jarðvarma, sem að vera stóriðja hefur oft verið rökstudd með því að við þurfum að nýta orkuna. Og fátt hefur verið umdeildara hér á landi síðustu hálfa öldin einmitt stóriðja. Byggðirnar þar sem viðurverin áttu að koma hafa yfirleitt fagnað þeim ákaft, en síðan því miður stundum þurft að horfast í augu við mengun og fúsk í stað auðs og velsældir. Sumir stjórnmálamenn hafa gert stóriðjuna að átrúnaðargoði sínu, en svo reykir sá að hún hentar ekki í það hlutverk. Því að orkan er ekki auðlind nema nógu hagstæður kaupandi finnist innan hæfilegra tímamarka. Á þetta hefur reynd nokkrum sinnum og einhverjum þó í sögu íslenskrar stóriðju á árunum eftir 1970 þar sem var mjög lítið framkvæmdir á þessu sviði í einhverja áratugum. Vegna þess að þeim var kunstigt í kaupunum. Það er fyrst og fremst vegna þess. Oft er sagt að auðvelt sé að vera vitur eftir á og svo mikið víst að nær allir sem hafa tjáð sig stóriðjudraumana geta séð eftir ýmsu sem þeir hafa sagt, ýmist of eða af, og það er meðal þá sem hér stendur. Hitt kemur þó sífellt betur í ljós þessa myndir að samningar fortíðarinnar hafa ekki reynst þess hagstæðir og eftir stóð til, enda heilir nú líka undir það að við þurfum að nota alla orkuna sjálf innan tíma. En auðvitað er líka vert að taka eftir því að skilningur á þessu er sem betur fyrir vaxandi meðan stjórnmálamanna og það eru tíðindi þegar stjórnmálamenn sem áður töluðu öðruvísi eru núna þarna að tala um að við eigum ekki að fara til dæmis fyrir hólmeirihlutum.
Ég get auðvitað ekki látið ykkur fara heima án þess að heyra nokkur orð hlýnun jarðar og umræðu hana. Ég tel ekki fært lengur að taka alvarlega þær raddir sem vilja telja sig til vísinda en draga í efa að hlýnun sé að gerast og að hún sé að mannavöldum. Mér finnst áhugaverðara að velta fyrir sér hvernig það hafi getað gerst að ágreiningur þetta hafi orðið svo lífsögur sem okkur kann að veiðast, eða með öðrum orðum að efasemdaraddirnar hafi orðið svo hávarar skeið. Að vísu eru deilur nýmæli í vísindum nánast oft sjálfsagðar og nánast alveg bröð. En í þessu máli hafa það fylgt allt öðrum mynstum heldur en algengast er. Ég hallast að því og gegnum það að þetta stafi af því að annarleg sjónarmið blandist inn í umræðuna. Til dæmis athyglisvert að afstaða vísindamanna til hlýnunarinnar fer að nokkru leyti eftir stjórnmálaskoðunum. Það kann í fyrsta lagi tengjast því að ráðstafanir til varnar gegn hlýnuninni lenda oftar en ekki hjá almannavaldinu, svo það kallað, það að segja ríki eða sveitarfélögum. En annar alveg stjórnmálanna vill ógjarnan að slíkum verkefnum fjölgi. Það að segja hægri alveg. Í öðru lagi telja mikilvæg þjóðfélagsöfl að afdrifaríkustu varnaraðgerðirnar stangist á við beinharða hagsmuni sína. Þannig óttast olíu- og kolaframleiðendur nú mjög framtíð sína, ekki aðeins vegna þess að sumar auðlindir þeirra fara þverrandi og verð þeirra hækkar og neysla minnkar, heldur líka vegna þess að neysla jarðefnaeldsneytis einn öflugasti þátturinn í hlýnun mannavöldum. Þessi fyrirtæki hafa því barist með oddi og egg gegn því að staðreyndir hlýnun af völdum manna verði viðurkennd fortakslaust bæði í orði og á borði. Og því miður eru til menn sem kenna sig þó við vísindi en vilja samt votta þessum hagsmunaaðilum hollustu sína og stuðning. Í umræðunni hérna á undan hefur aðaláherslan verið að flestins víxverkun vísindasamfélags, áhrif vísindasamfélagi og orðið. Af því leiðir að ég tala mest það sem kallað nytjavísindi eða applied science á ensku, en síður svonefnd hrein vísindi eða grunnrannsóknir. En sannleikurinn sá að ég tel þessa skiptingu ekki verða miklu í umræðu vísindi. Rætur vísindana að vísu aðalega tvenns konar, annars vegar forvitnin og hins vegar nýtjarnar eða nýtjarnar. En þessar rætur fléttast oft saman í miklu meiri mæli en margir virðast gera sig ljóst. Þegar forvitnin knýr okkur til að grandskoða einhver fyrirbæri kemur oft að því fyrr en varir að við getum fært okkur það í nýtt með einhverjum hætti. Öðrum en þeim að svara einhverjum forvitni. Og þegar menn fara af stað með einhvers konar hagnýtingu í huga, finna þeir oft einhver grundvallarsamindi í leiðinni óskýrt upphaflega markmið. Þegar Þorbjörn Heitri Sigurgeirsson fór að prófa hvort hægt væri að hafa áhrif á hraunrennslið í Surtseyjargosinu sem stóð frá 63 til 67, hafa áhrif á það með kælingu, þá var það forvitni sem rak hann á, enda hafa hann ekki hugmynd að sjálfsögðu að athuganir hans myndi nýtast til stærri hluta mörgum árum síðar í Heimaeyjargosinu 1973. Og þessi mynd það. Þegar franski eðlisfræðingurinn Becquerel gleymdi geislavirkum grjótmola í sömu skúffu og ljósmyndaplötu, þetta var á 10. áratugnum á 1900, þá hafði hann ekki hugmynd að hann væri að uppgötva dularfullt og mikilvægt fyrirbæri, geislavirkninu, sem var síðar viðfangsefni flókinna vísinda. Svona dæmi eru mjög mörg í sögu vísindanna, bæði hér á landi og erlendis. Forvitnin og nýtjagildi eru ekki andstæðingar eða andstæður, heldur samherjar og bandamenn og eiga oftast báðir þátt í einu og sama nýmæli í vísindum. Við getum ekki greint á milli forvitni og nýtjagildis. Lokum þetta. Íslendingar hafa eins og aðrar þjóðir haft margvíslegan ávinning og margfalda uppskeru af vísindastarfi í landinu. Kraftar sem hefur verið til vísinda hafa skilað sér afar vel tilbaka til þjóðarinnar bæði í fjármunum og öðrum verðmætum. Fyrir nokkrum áratugum, það er
saman var ekki neitt sem var búin að minna allir. Fyrir nokkrum áratugum tók ég þátt í málþingi og bókaútgáfu með Þorsteini Heitni Gylfasyni undir heitinu Er vit í vísindum? Ég vona að þetta erindi gefi skýrt svar við þeirri spurningu. Já, það vit í vísindum. Síðast í gær þá sá ég ummæli á Facebook að við hefðum stefnu á að byggja íslenska fræði að við ættum að gera hátæknisjúkrahús. Ég ætla að svara strax eftir bæði. Þetta verðmál í fortíðinni rödd sem við þurfum sennilega alltaf að kljást við. En þá að veirum og veirurannsóknum, og ég sagði það ekki áðan, ég ætla að segja núna, þegar við í vísindafélaginu fórum að velta fyrir okkur hvað þetta vera fyrsta viðfangsefni þessara málþinga, að þá kom mjög fljótt upp að við erum að taka fyrir lendiveirurannsóknar sem voru framkvæmdar og eru enn framkvæmdar á Íslandi. Það má segja að það sé eitt stærsta framlag Íslendinga til vísinda á heimsvísu og þess vegna erum við að fjalla þetta í dag. Og við langar það að biðja Sigurð Guðmundsson, velkominn, til að segja okkur frá arfleifð Björns Sigurðssonar og áhrif hans rannsókna á háu loftfærum, á rannsókna á háu loftfærum. Gerð svo vel stjórn. Takk fyrir. Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér og ég ætla að lega mér að óska félaginu til hamingju með 100 ára afmæli. Það náttúrulega til þess að óska fólki eða fyrirbæri til hamingju með að ná þeim aldri. Það gerist náttúrulega ekki með einu sinni á ævinni. Þetta var svolítið merkilegt ár 1918, ekki bara fyrir þær sakir að vísindafélagið var stofnað. Það fullveldi eins og við vitum og það nú í því nafni sem þessi þing eru haldin. Katlagaus og frostaveturinn mikli reiði yfir okkur og síðast en ekki síst að þá verðum við fyrir spönsku veikina. Og af því við erum að tala veirur, þá er alveg full ástæða til þess að minnast á spönsku veikina sem sennilega á allir með stærri heimsfaraldri heldur en við höfum þekkt fram að því og síðan en við höfum 100 milljónir manna létust úr spönsku veikinni og við fórum vissulega ekki varhluta af því hér. En mitt hlutverk er að tala Björn Sigurðsson og reyna að rifja upp ævi og einhverju leyti hlut af störfum þessa merkamanns. Hann svo kemur hérna fram að fæddur á 1913 að veðramóti í Skagafirði, dó langt fyrir aldur fram ára 1959, hann er 46 ára gamall. Hann var stúdent frá MR að sjálfsögðu 1932 og lauk læknaprófi aðeins 5 árum síðar sem var mjög óvenjulegt á þessum árum. Við hin vorum að dunda þetta í 7 ár þarna allmörgum áratugum síðar. Hann fór síðan til framhaldsnám til Kaupmannahafnar við Carlsbergfondens biológiska institút og var þar frá 38 til 40 og kom heim, eins og við sjáum hér rétt á eftir, og fór síðan 1941 til Rockefeller stofnunarinnar í Princeton, New Jersey, sem átti síðan eftir að hafa nokkur áhrif á framvindu mála. Ég held að segja Björn að hann hafi raunverulega verið 1000 fjala smiður í vísindum. Hann var svona jafnvígur á mjög margt. Hann var jafnvígur á meinafræði, bakteríufræði, veirufræði, ónæmisfræði, faraldsfræði, við leitun að fólki nú á dögum sem hefur þessa yfirsýn sem hann hafði. En hann vissulega þekktastur fyrir það sem eins og Erna nefndi, rannsóknir sínar ákveðnum tilteknum búfjársjúkdómum sem minnast stuttlega á hér á eftir. Það sem Björn líka þekktur ásamt mörgum öðrum fyrir að hafa verið einn af Petsamo-förunum 1940 sem eins og við vitum það var flutningaskipið Esja var sent til Petsamo sem þá var í Finnlandi og Íslandingar sem þurftu að komast heim þarna eftir að stríðið hófst var
ekið norður eftir öllu Finnlandi og síðan siglt með þá heim og þú ferðar ansi ævintýralega og Björn var sem sagt partur af þessu. Það líka athyglisvert í sögu Björns að fyrir þær sakir að taugaveikirfaraldur kom upp ára 1936 í Flatey á Skjálfanda. Ungur læknanemi sem var sem sé Björn Sigurðsson og hafði þá ekki lokið námi eins og við nefndum áðan. Hann var sendur á landlækni, þá var þetta landlækni norður í Flatey til þess að rannsaka þennan faraldur. Hann skrifaði skýrslu í heilbrigðisskýrslu 1936 sem ákaflega merkileg lesning og ég fór að vitna í Margréti Guðnadóttur sem hefði kannski betur staðið hér í mínum sporum því að hún þekkti öðrum mönnum, öðrum fólki betur til verka Björns. En hún komst þannig orði í ágættri grein sem hún skrifaði ævi Björns árið 2011 í Læknablaðið að þessi skýrsla þarna frá 1946 hafi sýnt það sem einkenndi vísindaferil Björns allar götur síðan, vandvirknina, óþreytandi starfsorku, rökhyggju, útsjónarsemi og frumleika. Og það má kannski bæta því við að Björn tók eftir eða sá einhvers konar fyrirbæri fyrir fram á sig, dró hann því eins og við komum betur á eftir ákveðna ályktun sem hefur síðan orðið heimsfræg og sem einmitt lítur að rannsóknir hans á hæggengum veirusýkingum. Björn kom síðan heim frá Princeton og hóf rannsóknir hér og stóð fyrir því ásamt öðrum að Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði á Keldum var stofnuð árið 1948 fyrir tilstyrk Rockefeller-stofnunarinnar og það mun vera þannig að stofnunin gerði það að skilyrði að Björn stýrði í Tilraunastöðinni til þess að styrkurinn yrði veittur og það gekk eftir eins og við þekkjum og það var einmitt á Keldum sem merkustu rannsóknir Björns lítu dagsins ljós og þeim hefur síðan eins og við munum heyra betur á eftir verið haldið áfram þar af miklum krafti og miklum elegans. En þessi saga byrjar kannski hér árið 1878 þegar riðan barst til Íslands með enskum hrúti frá Oxfordshire Down-kyni og það kannski kaldhæðni örlagana að hann var keyptur að veðramóti í staðinn sem löngu fyrir fæðingarnar Björns. Og þessi mynd er úr grein Björns riðuna og sýnir útbreiðslu hennar þarna fljótlega eftir að hann byrjar að rannsaka hana. Næsta skref þessara sögu gerist frá 1943 þegar 20 kindur voru fluttar til Íslands frá Þýskalandi af Karakúlfén. Upprunalega mun þessi stofn vera frá Úsbekistan og Karakúl mun vera dregið af þessu heiti Karagúla sem þýðir svart eyra og mun vera á tyrknesku ef einhver hefur áhuga á tyrknesku. Og með þessu fé bárust 4 sjúkdómar, í fyrsta lagi 2 sem voru þekktir í heiminum áður og annars vegar garnaveiki sem er sjúkdómur sem stafar af berklalíkri bakteríu í börnum sauðfjár. Og Björn rannsakaði þennan sjúkdóm talsvert mikið, þróaði meðal annars bóluefni gegn honum sem enn er framleitt af Keldum og nýtt. Og í öðru lagi þá varst votamæli svokölluð með kindunum sem reyndar er illkynja sjúkdómur í lungum og sem reyndist síðar stafa af retroveiru sem við komum betur að á eftir úr þeim kvarti. Og þessi sjúkdómur draf meðal annars þá frægur kindur Dolly, fyrstu klónuðu lífverðin eða klónuðu kindin allavega sem minnur eftir, sem lést, sem við segja það, ekki drefist, sem lést 2003. Hinir 2 sem bárust með Karakúlfénu sjúkdómarnir voru mæði, þurra mæði og visna og hvorugur þeirra hafi verið þekktur í heiminum áður. Það voru alveg nýir sjúkdómar sem enginn hafði séð á. Og það hefði ekki verið á því að birta þarna mynd af Margréti Guðnadóttur með hóp af sauðfé, en hún, eins og við vitið, var mjög virk í rannsóknum á þessum
allar götur fram að andláti sínum sem þó bara fyrir að fá árum. Hér svo mynd úr greinum Björns útbreiðslu mæðinnar árið 1943 sem svona hversu nákvæmur vandvirkur hann var í að kortleggja útbreiðslu þessa sjúkdóms, en hann gerði svo grein fyrir rannsóknum sínum í 3 fyrirlesturum sem hann flutti við dýralæknaskólann í London árið 1954 og þeir voru birtir síðan í breska dýralæknatímaritinu og fjölluðu annars vegar í fyrsta lagi mæði, rannsóknir hans á mæði, í öðru lagi rannsóknir hans á riðu og í þriðja lagi á garnaveikinni sem við munum svo sem ekki tala mikið meira hér. Hann hélt síðan áfram og birti mikla grein í Skírni 1958 þar sem hann heldur áfram og leggur fram ályktanir sínar og hugmyndir af rannsóknum sínum og þarna kallar hann þessa sjúkdóma annarlega hægtenga beinsjúkdóma. Og eins og við kom Skírnir til útvarpækning 1827. Ég held að hér í salnum sé fullt af fólki sem hefur skrifað í þetta tímarit og sem enn kemur út eins og við þekkjum. Og hérna bara dæmi nákvæmni Björns sem vísindamanns. Þetta tafla úr einni greininni þar sem hann að lýsa smittilraunum á mæði og kemst þarna fyrir niðurstöðu að það að gefa kalk og magnesíum það virtist auka líkur á smitt og dauða kindana. Hér mynd af sneiðum og lungum kinda með mæði. Þetta skráði hann allt saman og rannsakaði mjög ítarlega. Hér tafla sem sýnir rannsóknir á mænuvökva, stinga kindurnar og sækja mænavökva í þær endurtektir, gríðarlega nákvæmar og vel útfærðar rannsóknir og þarna hann að skoða kindur með visnu. Visna einmitt sjúkdómur sem leggst á taugakerfi og veldur svona heila sjúkdómi verulegum og dregur á kindurverðum dauða, en mæði hins vegar lungnasjúkdómur. En orsökin reyndist vera hinn sama. Og á þessum tíma þá vissi Björn að þetta væri veirur. Og hann dregur þessar rannsóknir sínar saman. Hann dregur þessar rannsóknir sínar saman í þessari grein í Skírni svona. Í stungið þá að einkenna þennan flokk smitsjúkdóma sem hann kallaði annarlega aðgengar veirusýkingar með eftirfarandi sérkennum, þannig kemur fram, frá því að sýkingarefni berst inn í líkamann og þar sem greinilega einkenna sýkingu verður vart, líður langur tími, nokkur mánuður eða nokkur ár. Þetta í fyrsta lagi. Í öðru lagi, eftir að ytri einkennur komi í ljós, standa þau lengi og enda jafnari með alvarlegum sjúkdómi eða dauða. Þetta sem sagt punktur nr. 2 og 3, það er mjög langur sjúkdómsgangur og nánast allir sjúklingar til deyja. Og þá í fjórða lagi að þessir sjúkdómar að þeir halda sér venjulega við eina tegund. Og það er kannski það eina svona sem kannski ekki alveg hefur staðið tímans tönn, en hinnar ályktanirnar hafa vissulega gert það. Og hvað eru þá þessar hægkendu veirusýkingar, það sem eru kallað slow viral infections? Þetta eru sem sagt sjúkdómar sem leggjast bæði á menn og dýr. Meðgöngutíminn eins og Björn bent á, var mjög langur, þessi meðgöngutíminn frá því að smit verður þangað til einkennalegt vart. Eftir að einkennalegt vart er sjúkdómsferillinn líka mjög langur, talinn í mánuðum og árum. Margir þessara sjúkdómar leggjast á miðtaugakerfi, sem er líka hinnar ályktunum Björns. Að einhver leyti eru þeir sumir háðir erfðum, þeir valda mjög léleg og ónæmisværi og síðan ekki síst eru þeir oftast algjörlega banvænir. Og við höfum skipt, og nú hætti benda á að það líður það er varla skrifuð grein sérstaklega HIV-sýkingu, allan
ekki sé vitnað til Björns og hans rannsókna, og hér bara dæmi fyrirlestur, glægur fyrirlestri sem bara margir þessi mál, og þar vitnað í Sigurðsson, þetta ekki alveg rétt skrifað. En þessum sjúkdómum skipt gróft séð í 3 flokka, og fyrstu flokkurinn, flokkur A, þá sýkingar af völdum veira. Það svona, eins og flestir þekkja hér, fyrirbæri sem kannski á mörkum lífs og dauða, en við okkur sem þykir vænt þær, viljum meina að það séu lífverur, og þessar lertiveirur sem við skoðum aðeins betur á eftir, eða retroveirur, eru annars vegar orsök mæði og visnu, sjúkdómanna sem Björn rannsakaði, og líka orsök HLAF-sýkingarinnar og ýmsa fleiri sjúkdóma. Í öðru lagi flokkur B eru svo sýkingar af völdum príona, við sjáum aðeins betur hér á eftir, og í þeim, þær leggjast á miðtaugakerfi, í þeim flokki riða sem Björn rannsakaði. Þið kannist að flestir Jakob-Creutzfeldt-sjúkdóm, heilasjúkdómur í mönnum og leiðir til dauða, og kúrú sem við komum aðeins betur á eftir, reyndar eru mjög margir aðrir sjúkdómar í þessum flokki. Þannig annars vegar erum við með veirisjúkdómana, völdum retroveira, og hins vegar príosjúkdómar, sem eru kvikindi sem raunverulega ekki á lífi, þetta eru bara prótein sem breyta sér, eins og sjáum við rétt á eftir. En svo í þriðja lagi þá flokkast undir þennan hóp sjúkdómar á borð við það sem heitir hæggeng heilabólga eftir mislinga sem leiðir alla sjúklinga til dauða sem hana fá, og þetta mjög sjálfgefið. Öðru lagi má nefna dæmi JC-veirur sem veldur svona heilasjúkdómi líka, og kannski kannist við í umræðu fólk sem fékk meðferð og fær með tísabrí við MS. Það í hættu að fá þennan sjúkdóm, og það þessi sjúkdóm nefnilega hamið notkun þess lyfs við MS. Hér svona mynd af príónum sem eru prótein, ekki lífverur, og þær valda sjúkdómum með því að breyta strúktúr sínum, breyta yfirborði sínum. Við erum mjög sérstakt í líffræði. Og þetta sem sagt veldur riðu. Það veldur líka kúrú sem menn rannsökuðu Papúa Nýju Gíneu í flokknum, og nokkuð ljóst að þetta barst þar með mannáti. Í öðru lagi kannast margir við mad-cow disease, eða heilabólgu hjá kúm, eða nautgripum. Og sá sjúkdómur, og það sem fyrir að brenna hræ nautgripa, en sá sjúkdómur hann fór yfir tegundamúrinn. Vegna þess að eins og við kannski munið, þá voru tilfelli af Jakob-Creutzfeldt-sjúkdómi í mönnum rakin til þess að borða sýkt kjöt af nautgripum. En svona meginathygglin beinst að HLAF, og kannski tímasvegna ekki ástæða til þess að fara mikið ofan í svona mekanisman á bakvið hvernig HLAF veldur sýkingu, nema þó til þess að segja það að í flestum okkar hér að þá höfum við vonandi öll DNA kjarnsýrum sem svona tjáir sig yfir í RNA. Þetta að gerast í frumum vonandi okkar allra aftur á móti. En retroveirur, og þannig kemur nafnum til, bakveirur, aftur á bak, að þær eru RNA-veirur en tjá hins vegar DNA. Og það sem að koma úr hér veiran, þið sjáum þetta, og hún sest inn í frumu sem yfirleitt í líkama manna, og býr þar til DNA úr RNA sem hún kemur með inn í þennan félagsskap, og þetta DNA það eiginlega festir sig inn í erfðaefni hýsilsins, frumunar, og síðan tjáir aftur RNA sem
og fer að búa til nýjar veirur sem fara út úr frumunni til þess að sýkja í aðrar. Þetta er svona tiltölulega flókin ferill í gegnum frumuna og það er kannski lán í óláni vegna þess að fólk við vísindasamfélagið hefur nýtt sér þennan flókna ferill með því að búa til lyf sem virka á ýmsa staði í þessum ferli. Og þau lyf sem kannski virka einna best núna virka hér í svona þess að við verðum að búa til nýjar veirur, integrasa hemlar. Og þannig að framþróunin í þessu orðum gríðarlega á undanförnum árum þó var ekki síðan hægt að lækna sjúkdóma. Þessi mynd sýnir kannski klassísk hvernig þessar hægni veirusýkingar ganga og fellur algjörlega að hugmyndum og því sem Björn hafði séð fyrir. Rauðalínan táknar magn veiru í blóði sjúklings og hann sýkist hér á tíma 0. Bláa línan táknar svo fjölda T-hjálparfrumna sem grundvallar frumur í ónæmiskerfinu. Við sýkinguna þá rýkur frumufjöldin, veirufjöldin upp í blóði, hann fellur síðan niður aftur og helst tiltölulega óbreyttur næstu árin og á meðan er sjúklingurinn einkennalaus. En á meðan að þá hallar undan fæti og sígur á ógæfufríðina, ónæmiskerfi bilar, þessum frumum sem við getum öðvitað mælt, fækkar, þangað til hingað er komið í lokinn og þá fer fara einkennin koma fram, ýmiss konar fylgisýkingar, láta á sig kræla og sjúklingurinn deyr. Það er ekki meðhundlaður, en þetta er algjörlega eftir bók Björns Sigurðsson. Svona þetta sá hann fyrir. Og það er þetta sem hann er þekktastur fyrir. Það var búið þetta hugtak til. En hvernig gerist þetta svo að það? Til þess að hann að skilja það, þá þurfum við að heilsa upp á þetta fyrirbæri. Pan-troglodítes sem er mennilegi simpansi, kannski þekkir af afturnaðarana. Og við og simpansar hafa átt í miklu samneyti, tvö árþúsund og það er talið að simpansar hafi verið sýktir af veiru sem heitir Simian Immunodeficiency virus, APA-retroveira í ca. 500 ár. Og það er mjög mikið líkindi með þeirri veiru, þessari SIVAF-veiru og HIVAF. Kannski er þetta næstum því sama fyrirbæri. Nægilega mikið að enn og aftur að þarna virðist veiran fara yfir tegundamúrin. Og það er líklegt að menn hafi byrjað að sýkjast af þessu veiru Homo sapiens fyrir löngu en fyrir nýlendu tímanna þá hefur þetta bara horfið í önnur döðsföll og enginn bendir þetta. Síðan kemur hvítumaðurinn til Afríku, hann kemur með samgöngur, byssur, hitt og þetta og þá fara hlutir að breytast og menn hafa verið að leika sér að því að reikna tilbaka að 1921 sé ár 0 í HIVAF-faraldrinum. Og það kann vel að vera rétt. En hvað breyttist þá? Afríka, eins og allur heimurinn, breyttist mikið á liðinni öld og borgir urðu til, Leopoldville og Brazzaville í Kongo og Yaoundé í Kamerún og Bangui í Mið-Afríkulýðveldinu, Libreville í Gabon og víða. Þannig að við fórum að flytjast inn í borgina, urbanisation. Þannig að samgöngur milli manna jukust. Það voru hins vegar fyrst og fremst karlmenn sem fóru inn í þessar borgir á þessum slóðum í Afríku á þessum tíma. Konurnar voru skildar eftir í þorpunum. Og þetta kallaði sjálfsagt á elstu stétt heimssögunar, vændi og sem spruttu í borgunum og það kölluðu sig frjálsar konur, freedom. Kannski frjálsar konur vegna þess að það gátu að hefða sér eins förinn, sem það gátu ekki í þorpunum. Og það er sendu bæði svörtum, mönnum og hvítum. Hvítumennin fóru aftur til síns upprunalands og áttu þátt í að dreifa sjúkdómum. Þannig við byrjum að nota nálar við þess kyns meðferðir á sífilis og malaríu og holdsveiki og hinn og þessu sjúkdómar í það borist með nálum. Það er mjög vel þekkt að það var talið að setja upp áhættu þáttur í Bandaríkjunum að vera frá Haítí í uppruna þegar faraldursins var þar og það sem gerist að kennarar frá Haítí voru fluttir til Mið-Afríku á þessum tíma
rétt 1960, þannig að alþjóðavæðingin, hún skildi eftir sína. Þeir fóru tilbaka og tóku með þessi sjúkdómum til Haítí. Bandarískir túristar fóru þangað í svona kynlífsferðir, þetta eru víst ennþá, og þannig barst sjúkdómur frá Haítí og síðan hafði örugglega mikil áhrif að á Haítí á þessum árum var búið til blóðvatn til þess að meðhöndla blæðara, hemofíliusjúklinga, og það var augljóslega unnið úr sjúklingum úr fólki sem hafði fengið HIV á þess að vita það. Þannig að þetta er bara einnig dæmið hvernig hegðun mannsins hefur áhrif á útbreiðslu smitsjúkdóma, alþjóðavæðingin og borgarmenningin, hvað svo við haft ýmislegt gott hann að segja, en þetta er greinilega á skuldahliðinni. Hvað er það að gerast núna? Það er talið núna að tæplega 37 milljónir manna séu lifandi með HIV. Á hverju ári þá smítast tæplega 2 milljónir og 1 milljón deyr. En góðu fréttir hins vegar það er að nýsmitun hefur farið takandi og dánartalan lækkar líka. Þannig að við erum kannski farin að sjá mögulega fyrir endan á þessum faraldri sem margir smitsjúkdómar fylgja ákveðinni kúrfu og svo að þessi fullsnefnt að fara að berja sér á brjóstami strax. Þetta er ástandið á Íslandi. Fyrsti sjúklingurinn greindist árið 1983, fyrsta dauðsfallið hér var 1985. Það var rúmlega 400 manns greinst og þið sjáu að svörtu súlurnar eru dauðsföllin og þið sjáu hvernig þeim hefur snart hækkað eftir síðustu árin. En það er núna svo komið að við getum meðhöndlað fólk með lyfjum og takist það vel að þá styttir sjúkdómurinn ekki ævilíkur lengur. Og það til þess að ljúka þessu með svona einhverjum örfáum lykilstaðrendum HIV, tímansvegna leiðir það ekki lengur í blóði, hún verður sem sagt ómælanleg og það er stefnt að því að 90% allra með HIV í heiminum árið 2030 verði viti að þeir séu sjúkdóminn, núna er svo talað í kringum 50–60%. Í öðru lagi að 90% af þeim sem vita að séu sjúkdóminn fái meðferð og 90% af þeim séu með ómælanlegt veirumagn í blóði, þannig að sem leiðir til þess að þeir eru þá ekki smitandi og ævilíkur styttast ekki. Þannig að við erum farin að nota meðferð sem börn, því fyrr sem við byrjum meðferð, því fyrr lækkar veirumagn í blóðinu og því fyrr verður hættir sjúklingurinn að smita. Bóluefnarannsóknir hafa ekki borið árangur en vonandi stendur það nú til bóta á næstu áratugum. Síðast en ekki síst að þá er farin að nota varnarmeðferð, gefa eitt af HIV-lyfjunum daglega til þeirra sem stunda áhættuhegðun, fólk sem er í vændi, sprautufíklar, fólk í fangelsum og það dregur verulega úr nýsmitun í hópi þessa fólks og enda er ekki mjög að slæðast. Þannig að til þess að ljúka þessari umfjöllun Björn Sigurðsson, þá held ég að það sé hægt að fullyrða það að hann er einn mesti vísindamaður í náttúruvísindum sem við höfum áhuga, öllum öðrum hólastöðum og eins og við höfum heyrt og vitum að þá hafa rannsóknir að sig aukið verulega skilning okkar á þessum alvarlega heimsfaraldri sem HIV er. Og ég vil taka aftur undir með Margréti Guðnadóttur, þar sem hún talaði vandvirkni, ófreikandi starfsorku, rökhyggju, útsjónarsemi og frumleika. Það er þetta sem einkennir góða vísindamenn. Og hann var vissulega. Takk fyrir það. Við erum óhætt. Það er rétt bara að testa og líkilmálum. Takk kærlega fyrir mjög skemmtileg og fróðleg erindi og þetta er kannski nokkrar athugasemdir sem er mjög skemmtileg og tengist áður. En varðandi fyrst athugasemd Þorsteins að ekki sem bæði... Það má benda á það að fyrirspyrjandinn er barnabarn Björns Sigurðsson. Og ég að byrja á að segja. En alltaf varðandi það verið stundum ekki nægilega gert upp á milli
gaman að geta þess, ég hefði það frá hagfræðing fyrir nokkrum árum síðan, að fyrsta og stærsta erlendu fjárfesting á Íslandi hefði ekki verið í stór iðju eða sjávarútvegi og húsnæði, það hefði verið í hugviti. Mér finnst mjög mikilvægt að höldum því til haga hér á Íslandi og í þágu sína. Og það var með þessum styrk sem kom bæði frá Rockefeller, svo kom annar öllum sem kom líka frá Bretum og síðan aftur að lífsverkun á forvitnu og hammingu að ég hef þá fyrirlestri hjá Kerecis sem náttúrulega vinna með fiskgróði í sálpróf eða orðið stórt af gullfyrirtæki og gera mjög góða hluti. Þeir hjálpa því frá það hefur ekki fengið að fara inn í bakadeildar á Keldum og vinna rannsóknir sínar og starfa vinna, þá hefur þetta ekki slett eða ekkert orðið. Það var alltaf að halda fram það. En það er skemmtileg lífsverkun og varðandi styrkinn, ég heyrði það líka, þetta verði það mjög vel þegar að komið inn að heim Íslands að Íslenska ríkisstjórnin vildi mjög gjarnan fá þetta í húsnæði og steik og eitthvað svona áþengur hvað eitthvað hugljútt eitthvað þetta. Það er virkilega berjast fyrir því að Íslenska ríkið það var skilur fyrir styrknum kæma móti í húsnæði en það tókst að halda þessu inn í Íslandsstafið en á fyrsta ári þegar við þróuðu bólefni við Garðavík það hugði að selja það til að halda reksturinn gangandi. Þannig að þetta við virkilega þurfum stundum að nota allt þessu lögvarandi stjórnarmennin okkar og viðhalda styrkjum og framvegis. Þannig að gaman að geta haldið þessu til að og bara fyrir. Já, þá er ég alveg hendilegt að rannsókna. Við höfum upprætt flesta lyfjasjúkdóma í sögum alþjóðsins með bólusetningum. Ekki með lyfjaverð. Það er alveg nýtt að við séum raunverulega að ná þessum árangri gegn sýkingum með lyfjaverð. En raunverulega það sem við myndum vilja væri bólusetningar. Því að þannig myndum við virkilega uppræta sjúkdómum geta fyrirvirkt allt þetta á einhverju kostnaði. Þess vegna er svona erfitt að framleiða bóluefni með þessu. Svona enúsíð eins og enigma á fyrni heimstyrjöld, en þetta er alveg rétt að reynda höfum við aðeins upprætt einn veirursjúkdóm sem er kóraból, Flavió, að bólusóttinu og síðast tilfelli að henni greindist með náttúrulega 1977 og síðan er bara veiran til í rannsóknarstofum sem er búin að verði áfram. Við höfum hins vegar talið okkur vera að koma mjög langt í upprætingu annarra, til dæmis mislinga hér fyrir 2 áratugum og fyrst og fremst vegna mikilla bólusetninga en núna er svo komin eins og við vitið að það er fólk að núti sem hefur ekki þörf á bólusetningum lengur og við erum farin að sjá endur þetta faraldra af mislingum í það. Það er hins vegar stefnir í það að póljó verði næsti sjúkdómur sem muni lúta í veðrahaldi fyrir bólusetningu og þetta er þetta algjörlega háð því. En ég hugsa nú að margir aðeins séu kannski hæfari þess að svara því en ég nákvæmlega hvernig gengið svo illa. Það er enda nýleg rannsókn sem var byggt fyrir 3 misserum sem gaf góða von það að draga úr sýkingum það fyrir 60% í upphafi en það virti síðan síga ógefa hliðin eftir sem lengra leið frá bólusetningu. Þannig að við erum svona vandamálið er að hluta til vegna þess að háfafleiran myndar ekki hlutgerandi eða neutraliserandi mótefni sem hafi áhrif á gámsýkingarnir en gerir manneskja sem veit miklu meira þetta og myndi koma þessu á eftir. En það er alveg rétt að bólusetningar eru lítið en við erum þó að ná ótrúlegum árangri meðal annars í HVF og líka má ekki gleyma lifrarbólgu C. Það sem í gangi hér á Íslandi er verkefni sem kallast Track Hepatitis C eða bindum lifrarbólgu C og það byggir fyrst og fremst að því að meðhöndla annað. Þannig að þeir sem áður voru sýktir losi sér við veiruna, séu ekki lengur smitandi, það er það sama hugsunin og líkur á bakið universalega við HVF. Þá allar að stríði til þeirra ekki ráðkistóttir, saman þegar við græðum til hlættu
frá sínum rannsóknum á mænuvísnaveirum og skírskotun þeirra til þess að við vitum HIV-veiru. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að tala mænuvísnarannsóknir á Keldum. Keldur voru sem sagt settar á stofn 1948, þannig að það eru 70 ára afmæli í ár. Og þetta er svona líkil ártöl hérna 1933 var innflutningurinn á karlfjölur sem að var ástæðan fyrir þessu öllu. 1965 að þá var síðustu væri kindinni slátrað. Það hefði tekið meira en 30 ár þessi barátta og 1983 kemur HIV. Samsagt 1981 þá kemur fram þessi nýju sjúkdómur Acquired Immune Deficiency Syndrome sem var kallaður AIDS og 1983 þá ræktast veira úr þessum AIDS sjúklingum og það eru bæði Frakkar og Bandaríkjamenn sem að einangra veiru og reyndar var þetta að milliríkja deilu milli Frakklands og Bandaríkjanna hver átti heiðurinn og það endaði þetta svo illa að þau fengu hérna Nóbelsverðlaun, bara því Frakkarnir fengu Nóbelsverðlaun en Ameríkanir ekki og það fannst mörgum ekki nógu gott. En Frakkarnir kölluðu þessa veiru fyrst LAVA, Lymphadenopathy Associated Virus, en Gallo var að vinna með veiru sem að hétt Human T-cell lymphotropic virus og var sjaldgæf veira sem að veldur einkakrabbameini og taldi að þessi nýja veira væri af þeim stofni og kallaði hana HTLV3. En 1985 að þá kemur þessi grein Science sem segir þessi HTLV-veira er engin HTLV. Þetta er miklu líkara visnuveiru sem er lentiveira. Og þá voru birtar myndir hér er AIDS-veiran og hér er visnuveira og það líkar á hvernig sem. Og þessar veirur eru svona, þetta eru himnar sem að kemur úr frumunni og út úr himnunni koma próteinveirunar og inni er hylki sem að inniheldur erfðaefni veiruna sem er RNA og það eru 2 eintök af RNA, hún er sem sagt tvílitna í rauninni. Nú það eru fleiri lentiveirur, það er HIV-2 í mönnum og reyndar getur hún sýkt líka mannapa. En svo eru fjöldinn allur af apategundum. Það er komin inn á 40 mismunandi apaveirur og svo eru bæði visnuveira sem að gengur bæði í kindum og geitum. Það er hestaveira, kattaveira og kúaveira.
En gena uppbygging mæðurvísnaveiru og HIV er mjög lík. Það eru þessi 3 gen sem eru sameiginleg á öllum retróveirum. Það er þetta GAG-gen sem skráir fyrir próteinveiruna. Það er POL sem skráir fyrir ensím, en hún er með ensím, pakkar inn í sig ensímum líka sem hún þarf þegar hún sýkir, sem er lífslitin, transkriptasin einmitt og integrasi. Og svo hefur hún hérna ENF fyrir hjúppróteinin. En að auki að þá hafa þessar lentiveirur, þær hafa auka gen sem aðra retróveirur hafa ekki, og það eru genin sem einkenna lentiveirur, og þessi gen eru flest til þess að hjálpa þeim að komast fram hjá hindrunum þegar þær sýkja frumur. Kemur betur að því seinna. Sigurður var búinn að sýna þetta, þess vegna þegar ég þarf ekki að fara, þegar að veiran fer inn í frumu, að þá rennur veiruhjúpurinn saman við frumuhimnuna og hún sendir inn hylkið með erfðaefninu og þessum ensímum sem hún þarf að nota. Og ensímin eru einmitt reverse-transkriptasin eða lífslitin sem að býr til DNA úr RNA-veirunar. Og svo er það innlimmunarensímið integrasin sem að gera verkum að hjálpa veirunni að innlimma DNA inn í litningafrumunar, og eftir það eru örlög þessara frumur á þeim, því að hún losnar aldrei við þetta DNA. Og upp frá þessu fer hún að nota próteinframleiðslukerfi frumuna til þess að búa til sín eigin prótein, fyrst RNA og svo próteinin, og hún pakkar býr til, það verður ný veira með knappskoti. Hún nota veiru próteasan til þess að klippa til próteinin og svo kom ný veira sem að sýkir svo áfram. Og þessi lyfjamörk eru náttúrulega reverse-transkriptasin, innlimmunarensímið, hérna integrasi, og þessi próteasin. Og ef maður berir saman mæðurvísnaveiru og HIV, þá er það sem er líkt. Það er genaskipulagið, það er gangur sýkingarinnar og sjúkdómsgangurinn eins og Sigurður lýsti. Hún viðhelst í líkamanum þrátt fyrir öflugt ónæmisval. Mæðurvísnaveiran á Íslandi, þegar hún kom í kindur, að þá ollu og veldur talsvert öflugu ónæmisvali. Það er mjög hástökklutíðni og það er heilasýking í báðum. Það sem er ólíkt með þessum veirum er að HIV sýkir bæði T-frumur, það er sýkja báðar frumur ónæmiskerfisins, en HIV sýkir bæði T-frumur og átfrumur eða makrofagga, en mæðurvísnaveira sýkir bara makrofagga, og þess vegna veldur HIV afnæmi, en mæðurvísnaveira veldur ekki afnæmi, af því að hún sýkir ekki T-frumur. Nú, það hafa verið stundað að mæðurvísnaveiru rannsóknir á Keldum í 70 ár, og ég ætla nú ekki að fara að rekja þær rannsóknir, en ég ætla bara að segja frá rannsóknum sem við erum að stunda núna og bara núna á síðustu árum. En okkar rannsóknir byggja samt mjög á allri þessari löngu hefð. Við höfum gagnreynt, þegar maður nefna sem dæmi, við höfum gagnreynt kerfi til að rækta veiruna, við höfum mótefni gegn ýmsum þáttum hennar, við höfum SAPSína sem eru bæði frosin og fullserur
sem er hægt að taka upp áratugum síðar þegar að nýjar aðferðir og nýjar spurningar vakna, og þetta höfum við gert. Og svo síðast en ekki síst að þá var veiran klónuð á kendum, og það gerði Ólafur Andrésson, og það er forsenda þess að það er hægt að stunda þessar sameinda líffræði rannsóknir á henni. Við eigum sýkingarhæfan klón sem við getum gert allt sem við viljum við. Við getum stöppið og alveg svo við viljum. Og þá er spurningin, geta rannsóknir á mæli visnuveiru gefið einhverjar upplýsingar HIV? Nú er HIV mest rannsakaða veira sem til er. Ef maður flettir upp í PubMed þá eru á 400.000 greinar HIV-rannsóknir. En samt er svo langt frá því að öll kurl séu komið til grafar. Það hefur verið svo komið fram að það ekki tekist að búa til bóluefni og það hefur ekki tekist að lækning hefur ekki fundist. Þeir sem að eru HIV-smitaðir að þeir þurfa að taka lyf til þess að halda veirunum niður en læknast aldrei. Ég ætla núna að nefna 3 rannsóknir sem að við höfum verið bæði hluti af og höfum tekið þátt í og verið með okkar könnu sem að gefa upplýsingar HIV. Og það fyrsta sem ég ætla að nefna er þessi bygging innlimunar flóka lentiveira. Það er svoleiðis að innlimunar ensím HIV, það er sem sagt ensímið sem að hún þarf að nota hérna til þess að koma DNA-inu inn í litningana. Að það er mjög erfitt ensím í HIV. Það er torrleyst og það er með litla virkni þegar það er tekið út úr frumum. Þannig að það er mjög erfitt að gera á því rannsóknir. Og menn hafa verið 20 ára að reyna að finna út strúktúrin á innlimunarflókanum, sem sagt ensíminu og með DNA, hvernig það tengist og hvernig þetta er. En svo tókum við þátt í rannsókn sem að kom út í Science á síðasta ári og það var bygging mæði visnuveiru innlimunarensíms. Og þessi grein var birt hlið við hlið með sams konar grein innlimunarensím HIV. Þetta er gert með nýjustu djúpfrysti eldrónu smásjár aðferð sem fékk einmitt Nóbelsverðlaun í fyrra. Þetta er svona. Og þegar þetta er gert, þá kemur ljós að, því hvort við sjáum það, þetta er myndin af HIV innlimunarflókanum og fólki þurfti að setja stökkbreytingar til þess að gera hann leysanlega sem þýðir það að breytir ensímunum leið. Og það sést, því hvort þið sjáum þetta, en það sést að það eru hérna lausir endar. En svo var samskonar mynd af mæði visnuveiru flókanum og þá kemur ljós hvernig flókin er í raun og veru.
þá kemur ljós að það vantar þessa einingu hérna og hér vantar þessa einingu hér. En að öðru leyti er þetta nákvæmlega eins. Og þessar upplýsingar hérna, þær gefa það að verkum að það verður miklu auðveldara að gera markvissar atlögu að þessum innlimunar atburði og gera sem sagt búa til lyf sem að virka á innlimunina. Og annað sem þetta gerir líka reyndar er að það þessar veirur, HVV og þessar lentiveirur, þær eru notaðar það þykja vænlegur kostur í genalækningar, að nota vektor, búa til vektorúrur. En málið er að þær innlimast í litningin í aktív gen, bæði visnuveiran og HVV. Og annað sem hægt að gera við þessar upplýsingar er að reyna að stýra innlimuninni frá aktífum genum. Af því það er augljóst að ef að það þarf að setja þessa vektora inn í frumur fólks og það mást ekki fá það inn í genin. Nú er ég búin að gera svona. Næsta atriði sem ég ætla að hlaupa frá er þessi spurning hérna. Hvernig viðhelstu veiran í líkamanum þrátt fyrir öflugt ónæmisvald? Og þetta var alveg frá byrjun og þá var þótti þetta mjög mikil ráðgáta að veiran, og það var mjög sterkt ónæmisval en skepnan losnaði aldrei við veiruna. Og Björn Sigurðsson sagði í greinu sinni 1954 perhaps the infectious agent is so well camouflaged, sem að svolítið gott hjá honum að sjá, að það einhvern veginn að veiran henni tekst einhvern veginn að fela sig fyrir ónæmiskerfinu. Og Margrét Guðnadóttir sagði 1974 this antigenic drift of the visnavirus in the presence of the immune mechanism of the host may be one way for it to remain active for such a long time in the infected sheep. Og þarna hafði hún líka, sá hún fyrir sér réttu lausnina. Og það þannig að, ég ætla aðeins að segja frá tilraun sem að við gerðum hérna. Þetta nú stolið undan netinu en hefði geta verið tilraunin og Margrét Guðnadóttir þar sem hún bólusetti tvílemringa, bólusetti annan og hafði hinn sem kontroll og hleypti öllu saman og hleypti svo inn 4 kindum sem að voru sýktar með væri visnu og beið svo árum saman og gáði hvað gerðist. Hvort að þessar sýktu kindur myndu frekar sýkja kontroll heldur en bólusettu. Þetta var svona, þetta var svona náttúruleg áskorun þess að heiti þetta eftir bólusetningu. Og það sem gerðist var að lokinu þá sýktist all kontrollin og mest af bólusettukindunum.
Og við fórum út í það verkefni, ég og Margrét og Hallgrímur Arnarsson sem að ég sá nú áðan og sem sagt, Margrét Guðnadóttir var tengda amma hans og við sem sagt ákvaðum að gáða því hvernig þessar veirur væru sem að ræktuðust úr þessum kindum og hypotesan var að þær sem ræktuðust úr bólusettum væru með stökkbreytingar og hefði þess vegna komist undan bólusetningunni. En það sem að kom út úr þessi hópa var að það voru allar kindur sem sýktust voru með stökkbreytt væki. Bæði bólusettar og óbólusettar. En í kindunum sem höfðu fengið svona mikla sýkingu og voru notaðar til þess að vera sem sagt sýkivaldar, þar fundum við veirur sem að voru algjörlega óstökkbreyttar eftir 10 ár. Svo það var ljóst að það var hvort tveggja, það var stökkbreytingar og það eru latent veirur algjörlega óstökkbreyttar í öll þessi ár. Og þá er spurningin hvar leynast þessar veirur sem eru innlimaðar en ger ekki neitt. Þá er DNA sem sagt innlimað og við höldum að þetta sé svona og það spýta sem sagt sýktum mónosýktum út í blóði sem að þroskast með annars í makrofagga og þá virkjast veirurnar. Og ónæmiskerfið hirðir allar veirur sem það þekkir. Svoleiðis að í blóðinu verður bara veirur sem eru stökkbreyttar. En óstökkbreyttu veirurnar, þær eru einhvers staðar á földum stöðum. Og það kemur í ljós að það er nákvæmlega eins í hávar að þegar að hávar sjúklingur fær lyf að þá dettur veirumagn í blóði mjög hratt og mælist ekki á meðan hann er á lyfjum, en svo leið og hann hættir að taka lyfin að þá gýs þetta upp aftur. Og núna þegar það er svona erfitt að finna bóluefni að þá er fólk voðalega mikið að velta þessu fyrir sér, þessu sem er hérna niðri. Hvað eru þessar veirur? Í hvaða frumum eru þær að fela sig? Og það er búið að sjá að langlífa T-frumur eru með veirur svona sem sagt latent í sér, en það eru örugglega líka makrofagga forverar. Og að því að við erum með bara makrofaggasýkingu en ekki T-frumsýkingu, þá getum við skoðað makrofaggasýkinguna hvernig hún er. Þess að þetta gæti verið og sem sagt. Og við birtum þessa grein bara í fyrra hérna og Margrét var með þessa sem sagt hvernig veira viðhalds í líkamanum. Þriðja atriði sem ég ætla að segja ykkur frá eru veirur varnir frumna og mótleikur veirana. Það er bara þannig að þegar líkaminn fyrir árás veira að þá er þetta bara að
ónæmiskerfið sé allt sett á stað, heldur er það líka þannig að hver fruma sem að verður fyrir árás retróveiru, að hún hefur í sér alls konar varnir gegn þessari árás. Og þetta er að koma í ljós meira og meira bara á síðustu árum. Og þetta er svo sem ekki skrítið af því að það eru 40% af genómi okkar er retróveirur eða retróveirur afleiðir, sem sagt ónýtar retróveirur afleiðir, sem þýðir það að við höfum orðið fyrir stöðugri árás í gegnum þróunina af þessum veirum. Og það er voðalega veirufræðingum fyrst voðalega fyndin brandari sko, there is more of retrovirus in us than there is us in us. Af því að genin er ekki nema 1%. Af öllum litningunum þá eru genin ekki nema 1%. Svoleiðis að þetta ætti ekkert að koma óvart. Og þetta sem að hefur fundist er að hérna kemur veiruhylkið inn í frumuna og þá tekur á móti því þetta trimfim alfa hér sem að eyðileggur hylkið. Og veiran þarf að finna ráð framhjá öllum þessum vörnum ef hún á að geta sýkt þessa veiru. Og ráðið hjá háðuvartendamins hérna er bara að vera með hylki sem að þetta trim þekkir ekki sem er í mannafrömmum. En málið er það að retróveiru það stökkbreytast milljón hraðar heldur en DNA-ið í okkur. Þannig að þær geta alltaf verið ansi mikið á undan og brugðist við. Þá er hún komin fram hjá þessu, þá kemur næsta og það er þetta ensím sem heitir ApoBec og ApoBec 3G hér en það eru miklu fleiri ApoBec til og það deaminerar sítosín þegar að veiran er að búa til DNA eftir RNA-inu og gerir það verk og býr þannig til stökkbreytingar í hana. Svoleiðis að ef hún hefur ekki ráðið þessu þá verður hún svo stökkbreytt að hún er eiginlega ónýtt. En veiran er búin að sjá við þessu og er með sérstakt gen sem að heitir VIF sem að tekur þetta ApoBec og hendir í ruslið í frumunni, sem sagt prótínrúmið. En þá kemur að þessu hérna sem að heitir samHT1 og samHT1 að það brýtur niður núkleótíðin og í frumu sem er ekki að skipta sér, það var svo lítið af núkleótíðum að það verður ekki nóg fyrir veiruna að nota þau núkleótíð sem að verða til. HVF2, því að HVF2 og HVF1 hafa ekki sama uppruna. HVF2 er með gen sem að og prótein sem að tekur þetta samHT1 og hendir því í ruslið. En HVF er ekki með svoleiðis gen og mæðurisma er ekki heldur með svoleiðis gen. Og við ákváðum að gá að því hvernig mæðurismavæðurinn færi að því að replikera í makrófögum sem að er með svona mikið af samHT1. Og við komumst að því að það er VIF-genið sem að eyðileggur samHT1 og svo komumst við að því að HVF-genið virkir þetta líka. Og við erum að vinna því að núna að klára þessa rannsókn áður en einhverja aðri komast að því. Nú er ég búin að segja ykkur frá þessu, en til bara að segja ykkur.
það Stefán Jónsson, hann hefur verið með mér í þessu rannsóknum síðustu ár og svo starfsfólk og nefnendur. En starfsfólki á Keldum einmitt Keldur, kosturinn við að vera á Keldum hefur alltaf því verið að það svo breið þekking þar. Það svo margt. Það er svo stutt í alla þekkingu, stutt í meinafræði, ónæmisfræði, dýrahaldi og það svo auðvelt að fá aðstoð við allt. Svo hjálpaði Arnar Pálsson okkur við statistík í okkur Hallgrími. Integrasa greinin var í samstarfi og að frumkvæði Peter Serepano við Francis Crick Institute í London. En við höfum líka verið í samstarfi við Kaliforníu háskóla í San Francisco og Minnesota háskóla þessa veiruvarnir því að við erum búin að vinna sér mikið í því að gáða eitthvað Apopec gerir og við höfum verið í samstarfi við þá það. Þakka þér fyrir mjög elegant samantækt, flott vinna hjá okkur Vision. Langar við nokkuð til þess að velta vöngum hér með okkur. Af hverju þessi tegundamunur? Af hverju hefur þú ekki fengið Vision? Já, sko að vegna náins samskipta. Já, sko það þannig að þetta getur verið sérhæfni bara viðtakana. HVV til dæmis verður að hafa CT4 til þess að komast inn í frumu og það getur verið bara svo sem frumu munur. En visnuveira til dæmis kemst inn í allar frumur. Það sem að tegundar sérhæfni er talið vera aðal ástæðan fyrir tegundasérhæfninni hvernig þessar veirur hafa brugðist við þessar veirur vörnum frumunar vegna þess að þær hafa gert það mismunandi í sínum hýsli. Þannig til dæmis þetta Apopec sem að stökkbreytir veirunni þegar hún kemur inn í frumuna að það Apopecið úr okkur og Apopecið úr kindum það vinnur hvort vekja á HVV og visnuveiru en veirurnar þær komast ekki framhjá nema Apopecinu í sínum hýsli. Svoleiðis að HVV kemst ekki framhjá nema Apopecinu í mannafrum og þannig og þegar þú kom með nokkur svona atriði sem að eru tegundarsérhæfðar það hérna. En hins vegar veit maður alltaf aldrei hvað getur gerst. Svo annað reynda líka, það eru umritunarþættir mismunandi veirur, það líka. En þetta svona það sem að lögð mest áherslu á að sé tegundaþröskuldurinn. Þú veist að tala hérna lyfjamerkinni frá innimunnar sem prófessin og aðalega reyndar þröskuldasinn. Já. En það eru til stökkbreyði af veirum sem að komast fram hjá öllum þekktum lyfjaflokkum. En það ekki líka þessi? Nú virkar byggt til dæmis sem það ætti að vera mjög öflug að reyna að hitta það. Lyfin ekki farin á það? Nei. En þessar rannsóknir sýna náttúrulega að það gerðist
Það hefur verið lengt. Já, nákvæmlega. Kæra þakkir fyrir þetta. Þá erum við að lokum hjá okkur í dag. Það er kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir fyrir ykkar tryggja. Þeir eru alveg frábær erindi. Það er mjög skemmtileg byrjun á afmælisárinu. Við ætlum að hafa næsta málþing á Höfni Hámetti í maí en við þurfum að fresta því. Þannig að þið munið heyra meira frá okkur í haust. Við ætlum að byrja að fjalla umhverfismálin í Þjóðminjasafni og svo ætlum við að fara miðjan september, það er ekki komið dagsinn eitthvað enn, og fjalla ungt fólk og fjölbreytileika á landsbyggðinni og síðan munum við fjalla máltæknina inn í Háskólanum í Reykjavík og ferðamálinn Háskólanum Akureyri og síðan verður afmælishátíð sem er enn óráðið hvað ætlum að gera á þann 1. desember. Þannig að haldið þessu klássi opni fyrir okkur. Kæra þakkir fyrir komuna í dag.